eins og fram með komið fréttum að þá hafa mörg lönd verið að bætast í hóp þeirra ríkja sem hafa viðurkennt Palestínu sem sjálfstæði Palestínu. Og til að ræða þetta og kannski önnur mál þessu tengt hingað komin Þórdís Ingadóttir sem prófessor í lögum við Háskólann í Reykjavík. Velkomin. Takk. Það kannski eðlilegt að maður spyrji sjálfan sig hvaða merkingu hefur þetta að ríki viðurkenni Palestínu? Þetta hefur náttúrulega lagalega merkingu og ekki síður kannski líka pólitískar. Og hver lagalega merkingin? Þá náttúrulega gagnvart þessum ríki, þá lítið á Palestínu sem ríki og það hefur svona aðrar skírskotanir í alþjóðalögum, hvað varðar þá fullveldi ríkja og friðhelgi ríkja og annað. Svo það skiptir máli gagnvart þessum tilteknu ríkjum. En svona eins og hefur komið fram víða að það náttúrulega afar mörg ríki sem viðurkenna Palestínu nú þegar og það var kannski stærsta breytingin í þessu 2012 þegar fengu áheyrnar aðild að Sameinuðu þjóðunum sem ríki, ekki sem einhver aðili og í kjölfar þess það hefði mikla lagalegar afleiðingar. Þeir hafa fullgilt fjöldan allum alþjóðasamningum, tvíhliða samningum, eru aðilar að alþjóðastofnunum og svo framvegis eftir það. Svo það var svona kannski stærri viðburður, en þetta skiptir líka miklu máli fyrir þá. En nú Íslendingar viðurkenndu Palestínu, mann ekki finna þar, 2012-2013 eitthvað þar. Þegar til dæmis gagnvart þjóðamorðinu á Gaza, þá ekkert að merkja að það sé svo ólíkt hvernig Íslendingar hegða sér, heldur en lönd sem ekki höfðu viðurkennt Palestínu. Hver Það náttúrulega, flest ríki nú aðilar að alþjóðlega sáttmálanum að koma í veg fyrir og refsa fyrir þjóðamorð og Palestína sjálft aðild að þeim samningi síðan 2014. Það nú meiri aðild að þeim samningi heldur en hvort að ríki hafi viðurkennt Palestínu ekki, hvort að skildur samkvæmt þeim samningi vaknaði ekki. Það skiptir í sjálfum sér ekki megin Nei, að því sá samningur tekur líka til hópa, það getur verið hópar í einhverju svæðum sem kannski ekki endilega ríki sem getur verið þolendur slíkra glæpa. Þannig að lönd sem að viðurkenna Palestínu núna að þau hefðu átt að bregðast við til dæmis niðurstöðu alþjóðadómstólsins að þarna veri líkur á því að veri þjóðamorð og svo aftur samþykkt nefndar á vegum Sameinuðu þjóðanna að þarna sé þjóðamorð. Já, í rauninni sá samningur, þessi samningur sem þú vísar til frá 1948 varðandi þjóðamorð eða hópmorð, hvað sem vilt kalla það, hann náttúrulega mjög ríka skyldur að koma í veg fyrir þjóðamorð. Til þess að samningurinn gerður. Þú ættir ekki að bíða eftir að væri staðfest eða byrjaða svo framvegis. Og það bara skyldur á aðildarríki þess samningum að bregðast við og það kom svona vegvísir að því svolítið í máli Bosníu og Hercegovínu gegn Serbíu í dómi Alþjóðadómsins frá 2007 hvenær ríki þurfa að bregðast við og svona þegar má kannski vera hætta á þjóðamorð þá eiga þau að bregðast við. Og það hefur náttúrulega kom strax vísir við það eins og segir með áliti Alþjóðadómsins núna janúar 2024. Fyrir meira en 1,5 ári síðan. Já. Og frá þeim tíma hefðu öll ríki átt að bregðast við eins til þess að koma í veg fyrir þjóðamorð. Það má alveg segja það hefur verið mjög góð vísbending það að því eins og þeir segja þetta Alþjóðadómstóllinn í þessu máli Bosníu, máttu vita eða hefðu máttu vita, það svona orðalagi þar og nú í því áliti Alþjóðadómstólsins frá 2024 janúar þá segja þeir að þetta sé líkindi að þjóðamorð sé að fara að gerast eða sé orðið, svo það nú líka það svolítið svona mikilvæg vísbending. Og öllum ljóst að ástandið hefur síðan margfalt versnað. Já. En þetta skylda gagnvart alþjóðalögum, en það ekki dæmi að ríki hafi verið fengið einhver ákvörður fyrir að hafa ekki gert neitt. Það eitt dæmi, það í þessu sama máli Bosníu gegn Serbíu og þess vegna kom þessi svona leiðbeiningar frá dómstólnum. Þar var Serbía talið, það var brotið á sáttmálum að hafa ekki komið í veg fyrir þjóðamorð í Bosníu og það var svona sérstaklega tekið til þess að þeir hefðu mjög sterkt stjórnmáli tengsl við landið þar sem þjóðamorð átti sér stað
og sterkar pólitíska tengingar, svo það var líka að gera svolítið greinamunur á þeim ríkjum hvað það þyrfti að gera, í hvað aðstöðu eru gagnvart viðkomandi svæði. Og það í tilfelli þjóðarmálsins á Gaza væri það þá þau lönd sem hefðu einarðlega stutt Ísrael og það dettur mér náttúrulega fyrst í hug Bandaríkin sem getur verið með þessa stöðu. Áður en það kæmi að okkur Íslendingum til dæmis. Algjörlega, það er alveg grundvallar munur á þeim stöðum sem hafa eitthvað pólitíska eða landfræðilega mikil áhrif, þeir eru allt annari stöðu heldur til dæmis Íslendingar, samkvæmt þessu áliti Alþjóðadómstólsins. Og þannig að það væri, ef að einhver legði í þann leiðangur, möguleiki á því að ákæra Bandaríkin fyrir að hafa stutt þjóðarmorðið og ekki brugðist við til þess að stoppa það. Já. Það er nú þegar bara held í innanlandsmáli Bandaríkjunum þess efnis. Sem er að fara að reka, en Bandaríkin er ekki aðili að neinu dómstólu þar sem var hægt að reka þetta mála það? Þeir eru náttúrulega aðilar að Alþjóðadómstólnum í Haag bara með aðild sinna Sameinuðu þjóðunum, en svo kemur alltaf þessi lögsöguleikur að finna lögsögur og en þessi kannski við þurfum svolítið að fara úr þessari hempu eða svona þessari landsréttar að það sé ekki brot á ykkur nema dómstóllega dæmt það. Það er undantekning í alþjóðalögum að dómstóll hafi lögsögum eitthvað. Það er algjör undantekning og í rauninni þessi sáttmál ekkert öll, það er svona lögsög ákvæði í hópmálssáttmálanum en mjög mörg ríki gerðu fyrirvara við það ákvæði meðal annars Bandaríkin svo að Alþjóðadómstóllinn í Haag hefur ekkert lögsög yfir öllum þjóðum þess að geta komið upp, alls ekki. En það myndi ekkert breyta ábyrgð viðkomandi ríkja. En væri hægt að reka það mál fyrir þeim dómstóli? Þeir hafa ekki samþykkt lögsöguna varðandi það, nei. Og svo Bandaríkin hafa ekki samþykkt? Nei. Og það land sem er ákært það að samþykja lögsöguna? Það þarf alltaf að vera samþykki fyrir að nú tekur land fyrir Alþjóðadómstól. Þannig það var nú kannski ekki mikla líkur á að slíkt mál verið rekið? Nei, en það er náttúrulega önnur mál, fjöldamál sem hafa verið gegn Bandaríkjunum fyrir þeim dómstól, bara á grundvelli þá annarra samninga og það er svolítið með þessi styrjaldir síðustu ára og hörmungar atburði að því það er lögsögu ákvæði í þessum tiltekna samningi hópmorð, það fara svona mörg mál inn varðandi hópmorð sem er kannski bara lítill broti af átökunum eins og þessi mál Bosníu, Serbíu, Króatíu, Serbíu, þeir fundi einhver aðra lögsögur og þá getur dómstóllinn bara dæmt það eins og þeim málum gáði dómstóllinn ekkert dæmt brota og reglum stríð eða glæpi gegn mannkyn eða neitt. Þess vegna eru þau mál svo sjaldan fyrir dómstólnum. Af því þetta byggist á þessum lögsöguleik. En við höfum orðað að hérna við Rauðaborðið þegar við erum að ræða þetta að þegar að liggur fyrir grunur þjóðarmorð þá beri ríkjum heims að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að koma í veg fyrir það. Já. En þetta er náttúrulega svona orðalag. Hver gæti merkingi verið ef við bara færum okkur núna til Íslands? Hvað er það í alþjóðalögum sem að Íslendingar hafa tekið inn í sína eigin lög, eða ekki? Hvað er það sem að íslensku stjórnvöld ber að gera og getur við lagt mælikvarða á það hvort þau hafi gert það? Þetta þurftur náttúrulega út af þessari sterku skildi sem er enda líka varandi stríðsglæpi er kannski ekki alveg jafn sterkt í Genfarsáttmálanum en það er búið álíkt að það er dómaframkvæmd að þessi líka skilda það er að þú veist að koma í veg fyrir stríðsglæpi. En það er náttúrulega fyrst og fremst að þú mættir alls ekki styðja þetta með einhverjum hætti eins og með flutningi á vopnum eða annað og það er það sem kannski löndin nálægt okkur er að tryggja það eigi sér ekki stað. En við höfum ekki gert. Nei og ég þekki það ekki alveg en ekki fengið svör við því en svo það er svona fyrst og fremst og það er líka annað mál fyrir Alþjóðadómstólnum Níkaragva gegn Þýskalandi þar sem þeir segja að þeir eru ekki að virða sáttmálum að koma í veg fyrir þjóðamar með að leyfa flutning vopna til Ísraels og það er bara ennþá í flutningi en Þýskalandi er það svara fyrir að þeir hafa skrúa fyrir flutning vopna til Ísraels framvegis svo það er líka verið að testa það í því máli hvað þessi þriðji ríki ber að gera og svo náttúrulega bara annað pólitísk mál annar þrýstingur með öðrum hætti og framfylgd alþjóðlega fer náttúrulega mestuleiti til í gegnum diplomasi og annað svo það er náttúrulega líka og það má ekki gleymast mér stundum svo núna það allir að bíða eftir einhverjum niðurstöðum dómstól og annars einhver mörg ár það áfyrir að ríki ekki að gera eitthvað annað diplomatískt annað
En það ekki alveg augljóslega svona eiginlega yfirvarp að orða það þannig að það þurfa að bíða eftir niðurstöðu dómstólsins til þess að koma staði hvort að þarna sé þjóðarmorð eða hópmorð það vitað allir að svo ekki að þeir bera að bregðast við ef að grunurinn því að í framkvæmd þá myndi hitt aldrei virka, þú myndir alltaf koma að þjóðarmorðinu yfirstöðinu því að dómstólarnir eru svo lengi að koma niðurstöðuna. Og Alþjóðadómstóllinn í Haag tók þetta mjög skýrt fram hann í dómi sínum 2007 í máli Bosníu gegn Serbíu. Þetta bara taka það skýrt fram, þá ekki bíða eftir staðfestingu einhvers. Samningurinn að koma í veg fyrir þjóðarmorð. Og það ætlar að bíða eftir staðfestingu sem margar ára ferli, þá getur alveg gleymt þessum samningum að koma í veg fyrir þjóðarmorð. Þeir eru bara mjög skýrorði með það. Þess að segja það eiginlega ekki hægt að taka mark á svona yfirlýsingu þótt að hún kannski virki í einhverju pólitísku þjarki hérna á Íslandi og í Evrópu og annað slíkt að þá á sér enga stoð í alþjóðalögum eða dómaframkvæmd eða bara heilbrigði skynsemi. Ekki var þetta að koma í þjóðarmorð og ég er líka búin að gagnrýna það hér og fleiri stöðum og við sem akademikar erum svolítið hissa hvað allir fókus á þennan sáttmála. Þú veist, það eru svo margir aðri sáttmálar undir og sem það sem Ísrael að brjóta. Já, sem búið að dæma og búið að álykta varðandi ólögmætt hernám og varðandi brot á mannréttindum, mannúðarlögum og annað og þú veist, það má ekki gleyma þessu, þú veist, það svolítið, má ekki fara í skuggan af þessu sem eru bara mjög alvarlegi glæpir og svo orðræðin svo mikið bara, það er alltaf þessi byrjum, þetta þjóðarmorð ekki og maður hugsa bara, það held ég enginn að efast það að þetta séu stríðsglæpir sem eru framdir hana og ég held að Ísrael hafi ekki neitað því í mörgum tilvikum og þetta svo víðtækt og kerfisbundið að jafnvel flesti sé fyrir að tala þessi brot, þú veist, varðandi glæpi gegn mannkyni, svo þetta snýst ekki bara hvort þessi þjóðarmorð ekki, hittiru ýmsar afleiðingar sem búið að ræða og framfylgja. Það nú hvað síðustu sumar varðandi álit Alþjóðadóms í Haag varðandi að hernámið sem slíkt væri ólögmætt og allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna vísa í það álit og gerði ályktun hvað fyrir ári síðan upphæfi allsherjarþingsins fyrir ári að Ísrael bæri að fara svæðinu bara fyrir 18. september þá núna og svona þetta hverfi svolítið í skuggan út af þessari miklu þjóðarmorðsumræðu sem mikilvæg en það líka bara mjög margt annað til staðar. Og það ekki þannig að þessi ríkari skyldur og þjóðutun að bregðast við þjóðarmorði heldur en það sem að þú nefnir hér? Hún mjög afdráttarlaus náttúrulega í þessum þjóðarmorðssamningi og þessu orði þjóðarmorð fylgir svona mikið alvarleiki og annað, kannski finnst fólk ekki jafn alvarlegt að tala glæpi gegn mannkyni eða stríðsglæpi, þeir eru bara svo algengir. En það líka ekki ennfæðsáttmálaleg skylda líka að bregðast við, hún ekki svona orðið sterkt í samningnum en að dómaframkvæmd sem líka verið staðfest að Alþjóðadómstóllinn í Haag líka að skylda að bregðast við. En Sameinuðu þjóðirnar samþykkja að þetta sé ólöglegt hernám. Já. En síðan ættu Sameinuðu þjóðirnar að bregðast við en allar aðgerðir eru kæfðar í öryggisráðinu með neitunarvaldi. Og þá gæti maður kannski hugsað sér svo að það nær þetta ekki lengra. En ef að skilur það samt eftir skyldu hjá aðildarríkjunum að gera eitthvað gagnvart hernáminu, þau ekki að bíða eftir því að náist fram einhver aðgerð innan Sameinuðu þjóðanna þar sem að samþykktin gerð. Þannig að bara þegar samþykktin gerð í Sameinuðu þjóðunum þá ættu við að bregðast við ólöglegu hernámi, til dæmis með einhverjum viðskiptaþvingunum á viðskipti við hernumda svæði. Nei, við getum ekki varpa bara ábyrgðinni á öryggisráðið. Það minna öryggisráð virkaði nú ekki hvað milli 48 og 1990 var ekki starfhæft svo þá væri nú bara allt kerfi fallið. Auðvitað þetta ábyrgð ríkja að framfylgja alþjóðalögum og það hefur alltaf verið þannig og en það er bara svolítið í sögunni þannig þegar vel tekst til þá er það ríkjum að þakka, ef illa gengur þá er það Sameinuðu þjóðunum að kenna þú veist, þeir vinna aldrei Sameinuðu þjóðunar en vissulega er þetta hjá ríkjum fyrst og fremst og öryggisráðið hefur náttúrulega aldrei getað ályktað neitt varðandi Palestínu þó hvað fyrir 1,5 ályktu varðandi Gaza og þá er það sjálfkrafa komið dómaframkvæmd til það þá fer bara það málefni yfir til allsherjarþingsins og þeir hafa nú verið ötulir að álykta málið.
og með mjög miklu mörgum atkvæði, allt upp í 150 atkvæðum í allsherjarþinginu. En það breytir engu í ástandinu. Það nú Ekki svona þessu, tóttir sem mann heyri frá já, Palestínu. já. Ekki fleiri samþykktir bara, please. Nei. Og því miður. En þetta er kerfi sem við höfum. Við höfum ekkert betra. Já, en það er mikilvægt fyrir okkur, stundum skjótu við í alltaf inn sem smáþjóð, en það er líklega mikilvægt fyrir bara allan heiminn að þetta kerfi virkar. Og sumt af þessu höfum við tekið inn í íslensk lög, meðal annars þá líklega skildur íslenska stjórnvalda til að bregðast við. Gætu við rekið þetta mál inn í innanlands réttarkerfinu? Gæti ég stemt íslenska ríkinu, eða kært íslenska ríkið, fyrir að sinna ekki skildur sínum gagnvart þjóðamorði? Það er svolítið erfitt, sko. Þetta er svo ólíkt eftir löndi hvernig þau leyfa svona varðandi aðild að málum. Og en þetta er náttúrulega fjölmörg mál svona í Danmörku og Hollandi, Bandaríkjunum og víðar. En við getum fundið íslenska palestínumenn sem hafa aðild að málinu. Já, þá er það kannski það helst. Það verður þá einhver einleið til þess. Heldur það sem möguleiki? Ég ætla ekki að byrja hvetja til þess. Þetta er bara vangavelta. Ég hef bara ekki skoðað það nákvæmlega, sko. En það er, þú veist, ýmsir fletir á því og líka hvað ætlast til að þau geri. Ísland er búið að segja að þeir séu að gera ýmislegt og annað. Svo það væri þá einhver flötur af því hvort það væri nóg eða annað. En þetta er ekkert nákvæm fyrirmæli erlendis frá eins og Alþjóðadómstóllinn hvað ríki eigi að gera. Og eins og ég segi, gera rosalega mikinn greinamun á því í hvaða stöðu ríki eru til að gera eitthvað gagnvart viðkomandi aðila sem þeir telja vera að brjóta af sér. Hvar þeir eru staðsett og pólitískt og annað. En svo er bara eitthvað ríki vilja gera lagalega og annað siðferðislega og annað. Já, og það komið inn í umræðinu hérna á Íslandi er einmitt þetta, geta aðgerðir okkar haft áhrif og þá hafa sumir sagt að við eigum ekki að hugsa bara til þess, heldur ber okkur að halda þá, við getum haldið uppi bara einhverju siðferðin í okkar samfélagi þannig að okkar stjórnvöld sem að starfi í okkar nafni bregðist við með tilvíðlum hætti. Það sé markmið í sjálfum sér þótt að það kunni að vera að það raski ekki ró stjórnar Ísrael. Þannig að það er svona lagalegt að það hafi eitthvað gildi að við reynum að halda íslenskum stjórnvöldum við þær skuldbindingar sem að þau hafi gengist undir að þau sinni því til þess að halda hér uppi almannareglu að þessu leyti. Er þetta lögfræðilegt sjónarmið? Þetta er alltaf bara augljóslega mótmæli núna út um allt. Ég held að segja ekki tilviljum hvað eru margar ályktanir að koma núna að viðurkenna Palestínsku ríki frá Evrópu. Það er alltaf bara ákall þeirra samfélag að eitthvað sé gert. Þetta kemur frá samfélaginu, þetta er ekki stefnubreiting stjórnvalda í fæstu tilfellum. Ég held að sé blanda. Það er örgulega ekki við Bretland eða Frakkland, það eru bara að beygja sig undir, og nú eru almenningur í Ítalíu mjög að þrýsta á stjórnvald þar. Já, bara fólk er náttúrulega bara ofboðið og þetta er ríkisstjórn þess samfélags og líka þú ætlar að að henda fyrir bí ykkurum lögum sem eiga sér langa tilvist eins og lögum hvernig á að heyja stríð sem byggja nú bara á 150 ára gamlum lagastofnum. Ef þau ekki gilda einu samfélagi, hvað ætlar þá að segja næst ef þú verður þolandi í því eða annars? Þetta er líka ekki bara hvað okkur fyrst eitthvað erlendis. Ætlar að halda upp kerfinu sem slíku. Og ég held að minni ríki séu líka bara hrædd við það. Mér finnst það bara að koma mjög skýrt fram frá leiðtogum þessa lands að við verðum að við séum háð alþjóða lögum að þau séu virt og þess vegna verðum við líka að hjálpa öðrum smáríkjum að þau séu framfylgd. Það er líka bara svona sjálfhverfa, Já. En ekki þannig að við myndum reka slík mál fyrir íslensku dómstólum, hvort að stjórnvöld höfðu brugðist við. Það hefur alltaf verið frekar erfitt að fá aðild hér innanlands í svoleiðis málum. Það er bara ekki hefð fyrir því. En við hefum líka snild á lögfræðingarna sem geta kannski fundir ef það er áhuga á því að finna leið til þess. Þetta hefur verið í mannbrættu máli Ungverjaland og annað, varðandi stíplur og annað. Þú veist, þetta er bara, það er alltaf umhverfismálin hafa núna svolítið breiðan aðgang fyrir íslenska dómstóla og það verður það bara að láta reyna á það.
Herðu, en þetta mál hefur dregið fram að svona alþjóðakerfið, stundum kalla alþjóðasamfélagið, maður veit ekki alveg hvað það stundum það bara eins og þessi Vesturlönd fyrst og fremst. En maður hefur til dæmis okkar ráðafólk svona fórna höndum yfir getuleysi alþjóðasamfélagsins til þess að bregðast við þessum hörmungar atburðum. Er þetta rétt mat að alþjóðakerfið sé veikara núna en það hefur verið og að sé verið að veikja það til dæmis í þessu máli með neitunarvaldi Bandaríkjanna og það að Ísraelir herðir bara allar sínar aðgerðir eftir því sem að mótmælin eru meira áberandi í okkar heimsluta og fleiri lönd viðurkenna Palestínu að það virðist ekki hafa nein áhrif. Er þetta rétt mat að kerfin okkar sem er alltaf verið að segja að við séum svo háð, sérstaklega sem smáríki, að þau séu að veikjast? Ég er ekki alveg þar, sko. En þú veist, miðað við hvað? Miðað við hvaða tíma? Bara 25 ára síðan. Það var alltaf þá stóröld, já, kannski, allir voru glaðir eftir að kalda stríðinu lauk og það voru stofnar stríðsglæpa dómstólar fyrir Júgóslavíu og Rúanda. En eftir að kerfi brást alveg, við horfðum í beinni útsetningu eins og þjóðamorð í Srebrenica og Rúanda og þú veist, og það kom afsökunarbeiðni frá stjórnvöldum víða heim og Sameinuðu þjóðanna það hefði algjörlega brugðist. Við vorum í skelfileg stríð ekkert svo langt síðan í Sýrlandi það var öllum neitunarvöldum beitt í öryggisráðinu og það er svo endalist að telja þessi kerfið hefur algjörlega brugðist og þú ferð bara eitthvað suður í álfi þá hefur þau kannski sagt að þetta hefur aldrei virkað og aldrei virkað þegar áþarf að halda en það virkar rosalega vel þegar enginn þarf að halda. Já, í þeim landslutum heimslutum hefur þetta kannski aldrei virkað eins og við höfum vilja en það er kannski núna líka þetta er svo nálægt okkur og þetta eru stórveldi sem er sem ganga svona hart fram eins og Rússland og Ísrael og þá kemur líka einhvern veginn sem ég held í grafi mest undan kerfinu og þá kemur svo skýrt fram býttu eiga ein lög að gilda þessu lönd en ekki aðra og það er svo hættulegt þá missa allir trú á kerfið þegar það er búið að vera ganga hart fram að framfylgja alþjóða lögum í svolítið 20 ár og ríki hafa þurft að sæta því í suðri og annars staðar og svo sagt nei þetta gengur ekki við þessi lönd og enn verða kannski eins og með eftir árás Rússland í Úkraínu og þá bara gengi mjög hart fram þó að sé, þú veist, neitunarvaldi öryggisráðinu, það bara taka ríkið sér til og það er þvílíka þvingunar ráðstafanir og fjárhagslegar menningarlegar og annað svo kemur þetta og eftir og það er ekki brugðist eins við, þá koma þessar andstæður þá og það er það sem er svo hættulegt en vissulega líka bara mörg teikn ekki góð. Þetta var svona gullöld síðustu aldamót, menn hafa samþykktur varanlegur alþjóðlegur sakamáladómstóll sem var búið að reyna í 50 ár. Aldrei tekist. Það var aldrei gluggi til þess og það var það vel í ári hjá alþjóðasamfélaginu og það var gert og hann er núna í dag með 17 átök í 17 löndum. En einhvern veginn þetta einstaka mál í Ísrael er bara að grafa undanum og þegar hann kannski bara fá sig, það er búið að setja þvingunaráðstafanir gagnvart dómurum frá Bandaríkjunum, frá Rússlandi og kannski að fara að stoppa þjónustu bara netfyrirtækja og banka til þess, þeir voru núna bara greiða út laun út árið, þeir vissi ekki hvort allar eignir dómstóls yrði fristar, svo það er hart í ári, en það kom gott tímabil og það er alveg á enda en svo veitum ekki hvernig það kemur aftur en að móti kemur að aldrei áður höfum haft eins mikið af samningum og hvað lönd hafa fullgilt af samninga og sem var ekki til í seinni heimsstyrjaldi annað þú veist, laga alþjóðlegur orðin svo skýr það orðin svo mikið dómaframkvæmd og þriðjuríki eru svolítið að stíga inn, eitthvað annars þau ætla sér ekkert að stíga fram í, ætla ekki að kasta steinum í glerhúsi og eins og hvað áttu við með því? Meina, hvað er þetta? 30-40 þriðjuríki nú? Nei, miklu meira
50-60 núna í dómsmáli fyrir Alþjóðadómstólnum í Haag. Varðandi aðstæðu sem fyrir utan þeirra raunin beinu hagsmuni. Þetta mál Suður Afríku gegn Ísrael, með hvað 12 ríki komin inn, Gambíu gegn Myanmar, hvað ertu með? Þú raunin kannski með svona 60 ríki á bakvið það mál. Þú ert með mál Úkraínu gegn Rússlandi, 32 ríki þar. Þetta allt þriðji ríki sem vilja bara knýja fram alþjóða skuldbindingar. Og þetta nýtt. Það jákvætt. En þetta auðvitað bara einn bútur af þessu stærra púsli, ein leið fyrir ríki að framfylgja alþjóðalögum. Þetta bara ein leið. Þetta ekki bara þetta og bíða eftir þessu. Svo líka allt þetta hefðbundna hvernig ríki hafa alltaf framfylgt alþjóðalögum í gegnum diplomatiska leiðir og annað. En þetta svolítið nýtt og þá kemur líka gagnvart ríkjum geta farið fram eins og mörg ríkjum fóru fram í máli Gambíu gegn Myanmar, gegn meins þjóðamorðs þar, fullt af Evrópulöndum þar, Danmörk, Holland, Þýskaland, Bretland, Kanada, G20 lönd og ekki gert það í öðrum málum og svo framvegis. Það alltaf hvert mál verði fordæmi líka innanlands hjá þessu þjóðum gagnvart sínu fólki. En þegar nefndu tímabil þar sem þetta virtist ganga vel. Var það ekki þannig að þau ríki sem voru dregin fyrir dómstólinn voru dregiðar öll með ágætis velvilja Bandaríkjanna? En þegar það kemur að því að það er verið að draga lönd gegn vilja Bandaríkjanna eins og Ísrael, að þá bara virkar ekki kerfið. Þannig að þetta umverulega réttlæti í hugum Bandaríkjanna. Það eru lög sem eru til þess að aga aðra en ekki okkur. Og leið og ögunin á að vera okkur að þá bara tökum við ekki mark á þessu og þá hættir kerfið að virka. Bandaríkinn náttúrulega ekki aðili að Alþjóðadómstólnum, Alþjóðasakamáladómstólnum. En hann hefur áhrif. Hann hefur áhrif og tók mjög virkan þátt í samningaviðræðunum og þeir voru með frábært teymi lögfræðing og annað en það var svo sem alveg vitað að þeir yrðu ekki aðilar. Clinton fór á stífulunum hann að gamlarskvöld og skrifa undir sáttmálan sem var tekið tilbaka af næstu ríkisstjórn og í fyrst unnið gegn dómstólum svo við erum í friðargæslaliðum allan heim við ætlum ekki á hættu ef þeir eru fremja brot á landsvæði aðildaríkis þá hefur dómstól þá kikka lögsa dómstólsins að við ætlum ekki á hættu þá að Amerikana fara fyrir dómstólinn en svo bara hættu þeir því þessu svona einbeitt að vinna gegn honum, þeir mistu pólitískt traust með Guantanamo Bay og alls konar atverði það sem kom upp en núna þeir vissulega eftir að svo þeir kannski hafa ekki skipt svo mikið af þessum málum jafnvel hjálpað bak við tjöldin með myndum úr heimi og annað fjöldagröfum og annað í fjöldum. En ekki gagnvart Ísrael eða mis? Nei. En núna vinna þeir bara beint, þeir byrja að vinna beint gegn dómstólum þegar Afganistan gerist aðalega dómstólum því þá hefði dómstólinn lögsögu yfir öllu sem fór fram á lands og Afganistan meðal annars bandarískum herminu sem voru þar. Og það í fyrri tíð Trump þá kom hann líka með þvingunar ástafni gegn starfsfólki dómstólsins svo að Biden tók það nú tilbaka en þetta hefur samt gengið en núna svona ný tegund af hættu þessi dómstóllinn stendur frammi fyrir og það meðal annars ég segi þetta að loka bara á öll þessi þjónustu fyrirtæki sem þeir reiða sig á til bara stjórna þessum dómstól daglega upplýsingakerfi og samskiptakerfi, bankakerfi ef viðkomandi þjónustaðalar fá þvingunar að gera á sig innan Bandaríkjanna þá svo þetta svona aðra tegundur hættum en Bandaríkin hafa aldrei verið inni og það ríki hafa staði mjög þétt á bakvið dómstól sem hafa verið þar. Eitt að vera ekki inni, annað að vera að beita dómara og dómstólu þvingunar. Já. Rússar hafa líka gert það. Þeir eru svona nála því að bara fara að skilgreina þennan dómstól sem hryðjuverkasamtök. Já, hver veit Það eru samskonar aðgerði sem eru gegn honum. Og það er alltaf hluti að fyndi núna bara í allsherjarþinginu Sameinuðu þjóðunum. Hvað er hann að hóta næst gegn dómstólum? En svo það en hann er alltaf búin að starfa núna í 20 ár og við sjáum til en þetta er lítið mjög illa út. En ég veit ekki hvað það maður megi spyrja svona, hlustar á ræðu Trump í samlíþjóðunum í gær? Ég las hana. Last hana? Það held ég að sé meira álag heldur að það var hlusta á hana. Nei, já. Ég veit ekki hvað hann hafi flutt textaræðuna. Nei, svo kemur það. Já, hann bilaði prompterina því að ég hlustaði og mér fannst hann fara svona eins og hann gerir. Hann rantar bara út í eitt, talar út og suður.
En það ákveðin svona, hann ekki hrifinn af samlýðunum, ekki hrifinn af alþjóðastofnunum, hann lítur á alþjóðastofnanir og alþjóðaðir samningar eiginlega hefti frelsi Bandaríkjanna, hann vil frekar hafa bara svona tvíliða samninga, hann vil vera í heimi þar sem stórveldin raunverulega fara sínu fram og kannski ákveða þróun mála, frekar heldur en að vera bundin af einhverjum svona alþjóðasamningum, alþjóðastofnunum. Já, og þetta náttúrulega þetta svolítið nýr veruleiki, sko, allan fyrir okkur alþjóðalögfræðinga, að því alþjóðalög hafa oft verið margbrotin af leiðtogum heims, en þau hafa alltaf talað tungumáli alþjóðalaga. Þau hafa alltaf vísað því við á grundvelli þessara undanþágu megum við fara inn eða þú veist þetta, þau tala réttlæta lögbrot sitt með lögum. Nákvæmlega, Putin snillingur í því, sko, þessi nóttarna þegar hann fór inn í Úkraínu, þú veist, það bara gat tekið öll fordæmi þegar NATO fór inn í Belgrad og þú veist, árásin í Írak og og ég að fara inn til að koma í veg fyrir þjóðarmorð innan Úkraínu grundvelli, þú veist, hann snillingur í lögfræðinni. En það sem svo sérstætt hjá sko forseta Bandaríkjanna að hann bara minnist ekki á þau. Hann lætur yfirleitt, hann lætur bara eins og þau sé ekki til. Og þetta svo, og þú veist, og allir, og tala ekki bara eins og sáttmálum alþjóða viðskiptastofnunina varandi þegar þú veist, tollamál, þú veist, það bara risa skuldbindningar til staðar og líka rosalegt, þú veist, lagaverk innan Bandaríkjanna varðandi það, og hann vísar ekki, hann ekki að segjast alltaf að fara gegn, hann bara minnist ekki á þetta, hann lætur eins og það sé ekki til, og þá einhvern veginn allir veit engi hvernig eiga bregðast við, þú veist, hvaða undan þá hann að byggja á, hann myndist ekki á neitt. Svo Evrópusambandið í því tilviki að reyna að búa sér til ykkur að vörd sem veit samt ekki á hvað hann að vísa í. Svo hann bara, svo það mjög sérstakt í öllu þessu aldana rás. Hann lætur bara eins og það sé ekki til. En þetta ekki bara raunsætt að Bandaríkin ekkert bundin að þessum lögum, að ef þau vilja gera eitthvað þá bara fara þau gegn lögunum og þá kannski má skoða það setna bara að breyta þeim með eitthvað sluðs, en þessum lögum ekki ætlað að hemja Bandaríkin. Þannig að það sjóna með Bandaríkina. Já, ég ekki samlega því. Þeir alltaf algjörlega treysta á alþjóðalög og og skulum ekki gleyma, sko, talandi sko, ríki vinna fyrst og fremst með sína hagsmuni að leiðarljósa, eins og hann tók nú svo ætti bara að ráða hjá honum í ræðinu hans. Talandi bara til dæmis þessi lög í stríði. Þau eru svo gömul, þessi lög í stríði og Genfarsamningin byggja nú á bandarískum lögum frá 19. öld að þetta alltaf spurning gagnkvæmni. Þú ætlar ekki að brjóta á einhverjum af því þú vilt að ekki brjóta gegn þér. Þú ætlar ekki að brjóta á hermönnum erlendra ríkja að þú vilt tryggja góða meðferð þeirra þegar þeir eru erlendis. Svo þetta vinn alltaf hjá ríkjum. Svo hann líka búin að hagnast mjög og öll ríki vilja virða alþjóðalög þegar þau vilja að þau eigi líka við sig. Svo að hann vill ekki henda því út. En hann og margir í Bandaríkjunum líta kannski öðruvísi á þetta, þeirra ógn að varðandi stríð ekki svo sama og annara. Það enga líkur á því að verði stríð á okkar landi, ekki einu sinni okkar heimsálfu. Við getum verið að heyja stríð hingað og þangað og getum svo sem reynd að fara eftir lög og þar sem reynd að gera ekki, sko. Bandaríkjamenn hafa ekki byggt sig undir þeir hafa sveikt hvernig þeir fara með stríðsfanga og Guantanamo Bay og alls konar hluti sem þeir hafa sveikt. En það bara þeirra svona sjónarmið að þetta eigi ekki alveg við sig af því að þeir eru tiltölulega öruggir í sinni Ameríku. Það ekki eins og Mexíkó sem fara að ráðast inn í Bandaríkin eða Kanada. Nei. Þannig stundum heyrir maður þú veist hvernig þeir tala. Það bara það svona eins og sé annar tónn í þeim. Sérstaklega þessari ríkisstjórn, sko. Samt, þú veist, svo koma bara eitthvað tímabil. Þú veist, þeir eru bara nánast eigendur að mörgum alþjóðasamningum. Þeir knúðu fram. Svo alþjóðaviðskipti og af öllu bann við mútum erlendra, þú veist, embættismanna, þú veist, þetta er bara copy-paste bandarísku lögum sem þeir komi með inn í gegnum OECD og vildi að Evrópa tækja upp. Nú hann búin að, þú veist, afnema refsingu þessa,
En þú veist, þeir eiga mjög mikið í alþjóðalögum og hafa barast fyrir mörgu þar. Og þetta svona, við erum alltaf að tala um eitthvað tímabil. En nú erum við forseta sem að talar af nokkri fyrirlitningu alþjóðastofnanir og alþjóðalög. Algjörlega. Og eiginlega talar eins og í ræðinni hans að það sem hann að tala loftslagsmáli náttúrulega að sumuleyti það hver niðurstaða svona samning á alþjóðlegum vettvangi, að það sé endi bara í einhverju öngstræti frá hans sjónarhorni og sé að eyðileggja löndin, þessu löndin sé að fara til helvítis. Já. Út af diplomatíu og samningum og öðru slíku sem að alþjóðlega kerfið á að reyna að halda utan þannig að við verjum okkar sameiginlegu hagsmuni. Hann eiginlega slær þetta út af borðinu. Já. Sem líka svolítið sérstætt sko að þú veist, Bandaríkin á bara rosalega færa lögfræðinga og þeir hafa oft geta unnið svo vel innan þessar samninga og stofnana bara út frá sínum eigin hagsmunum, þú veist, innan lagana. Þú veist, það var alveg toga til og annað, en þeir var unnið alltaf innan lagan oftast. En hann líka bara hunsa, hann bara hunsa líka eigið embættismannakerfi svolítið. Þetta náttúrulega kerfi sem þeir byggu til, þannig það ekki að undra þótt að þessu klárastir að vera að vinna innan þess eða klárir í því, en hann vill bara ekki þá stefnu. Hann lítur svo á að þessi stefna sem hefur rekin frá stríðslokum hafi ekki verið góð fyrir Bandaríkin og nú eigi Bandaríkin að vera að hegða sér eins og stórveldi og ekki láta binda sig af þjóðlegum samningi. Svo veit maður aldrei almennilega hvernig maður á að taka því sem hann segir. Nei, svo kemur það. En ég held líka það svona kannski ríkir að stíga, það vill ekki fara 100 ára aftur í tíman og vera í alþjóðasamfélagi sem, þú veist, sterkast og frekast og þeir sem áttu mestu vagnin ráða öllu, sko. Já, hann vill það, en ég held að hinni vilja það ekki. En hvað, og þá kemur kannski að því að ég veit að við höfum talað saman áður og þú ert kannski bjartsýnni varðandi uppbyggingu svona alþjóðadómstóla og sérð að hægt og bítandi að vera til dómafordæmi og sem getur vísað okkur góða leið. En á móti kemur þessi pólitík og sérstaklega frá þeim sem kannski átti mest í því að byggja upp alþjóðakerfið sem við lifum í dag, sem Bandaríkin, sem bara pólitísk afstaða að sömuleyti að vera bara til að hrinda þessu kerfi þannig að bara komin því miður, það bara komin í raunveruleiki hér og þá skiptir þetta engu máli sko. Þannig að það vegur upp á móti svona seglan í því að byggja upp eitthvað öryggi, meiri þáttaka ríkja þó að það sé oft bundið einhverju pólitík að Evrópuríkin fara gegn Myanmar en ekki gegn Ísrael og þar hundur göttunum. En það sem kannski sterkast þessi ákafi bandaríska stjórnvalda í dag að fara eiginlega gegn Sameinuðu þjóðunum og eiginlega öllum alþjóðlegu stofnunum. Hann líka á móti alþjóðu viðskiptastofnunni Já, alveg. Og brýtur þar bara allt og bramrar. Það alltaf búið að lama það kerfi núna ég maður ekki hvað 10 ár. Það hefur ekki verið, þeir hafa blokkað sko skipa nýra dómara og líka Biden. Svo að þú veist, það hefur ekki verið dómar til að dæma mál. Og, þú veist, það er bara, þeir fara aðra leiðir, það get ekki farið í lagatextan. En sko, alþjóðastofnanir, ég sé vongóð, sko, þær hafa mjög takmörku völd. Ríki hafa ekki fullveldi síns vegna vilja gefa þeim mikið völd. Svo að eins og ég sagði náðan, sko, það þýðir ekki að kenna þeim ef eitthvað ekki. Þeir hafa ekkert völdin. Ríkin hafa það. Þau vilja framfylgja alþjóðalögum. Það er að segja með Sameinuðu þjóðirnar að þau eru notað sem að vera að skamma þau fyrir að vera aumingi. En þau eru aumingi af því að ríkin veita þeim ekki vald. Nákvæmlega. Svo hvort viltu? Þú vilt ekki gefa alþjóðastofnunum þetta vald, en ekki kenna ef það hafa ekki gert eitthvað. Að þessu segja, þetta er ekki eins og í Landsrétti, það er brot og þá kemur dómstól, eða annað, framfylgt alþjóðlega þú veist, ég veit ekki, 75% í höndu ríkja. Það er undantekningar ef dómstóli, jafnvel alþjóðadómstóll í Haag, dómstóll Sameinuðu þjóðanna hafi lögsögu. Það er algjörlega að hafa samþykki ríki í hverju ríki, en það er aldrei, það er ekki skilyrði fyrir því að þeir hafa sagt eitthvað eða fá jafnvel mál til sín hvort að ríki bera fullna, þú veist, að verða við alþjóðlegum eða ekki. Það eru ríki sem meta það, hvort að ríki hafi brotið á sínum alþjóðaskildum ekki. Og sumar þeirra skildur, þessar svo kallar, ef þú brýtur á einum, þá brýtur þú gegn öllum. Og það eru örfá svona lagaprinsip í alþjóðalögum sem eru það alvarlega. Ef þú brýtur gegn einum, þá brýtur þú gegn öllum.
Og það þessi erga omnes, heitir það gagnvart á öllum. Þessi mál að fara eins og þú nefndir hérna gegn Myanmar. Þessi erga omnes, ef það þjóðumar í Myanmar, það var það alla. Þá getum við öll aðildarríki þeim samningi farið inn. Og svo að það ríkja með þvinguna aðgerðum, með tvíliða aðgerðum eða annað. Og það aldrei verið alþjóðastofnana að vera eini aðili sem framfylgir alþjóðlegum. Þeir eru með brota að því. Já, en við vorum að velta upp á þann hvort að kerfi væri að veikjast eða ekki og ég stakk upp á að fara 25 ára aftur í tíma. Ég veit ekki hvort það sé til eitthvað til verðbólgu væntingar, það eru mælikvarðar, hvort það sé til svona væntingar laga uppbyggingu. Ef við færum 25 ára aftur í tíma til aldamótanna, þá var svona ákveðið væntingum að við stæðum frammi fyrir ógnum í heiminum, til dæmis loftslagsvánni og öðru slíku. Þannig að við erum eiginlega dæmd til þess, Þórdís, að styrkja alþjóðlega stofnanir vegna þess að það eru þær sem að gætu tekið á hennu sameiginlega vanda okkar. Og við getum líka talað friðarmál og annað slíkt. Þannig á þeim tímapunkti held ég hafi verið miklu fleiri sem að litu svo á að við verum frekar að fara í það átt að þjóðríkin myndu neyðast til þess að gefa vald til alþjóðlegra stofnana vegna þess að það væri vettvangurinn sem að gæti átt við þann vanda sem að mannkynni staði frammi fyrir. Við erum bara alls ekki þar núna, sko. Alls ekki. Það svona tvennt. Það var til allar þessa nýju sáttmálar og samningar eins og Alþjóðastofnun og annað og það sem var eitthvað svona gulrót fyrir ríki að koma inn. Þau fóru hann inn eins og Alþjóðastofnun þau vildi fá öll þessi viðskipti og tollakjör og annað en að móti kom þá þurfti að gefa, það var skuldbundi að fara undir dómstól og annað og jafnvel Kína fyrir þar inn og Rússland sem aldrei undir Alþjóðadómstólu þannig séð bara til að fá það til að vera í þeirri púlju en síðan eins og þú nefnir, svo annað það sem og í auknumæli að alls konar ógnir, umhverfis og aðra eru bara þess eðlist, þú verður að vera mörg ríki saman, þetta bara fer það yfir landamæri, það getur ekkert eitt ríki tækla það og það verður það að vera annarkvort undir einhverju reglíf, samvinnureglíf eða jafnvel einhverju alþjóðastofnun til að framfylgja því. En ríki eru bara mjög tröga að gefa völd til alþjóðastofnuna þó að stofnas mörg þessara stofnana alþjóð er náttúrulega bara samráðsvettvangur varðandi samningaviðræður og annað, það hafa engin völd. Það er engin skuldbundin af niðurstöðu þeirra. Nei, og var aldrei ætlað að gera. Varðandi loftslagsmálið þá eru eins og Kyrrahafseyjar sem eru að reyna að sækja réttlæti í gegnum svona dómskerfi og alþjóðastofnanir. Smáríki, já. Og það einhver leyti virkar það. Já. Kannski að því þau eru svo smá, þannig að hagsmunin eru svo litlir frá sjónarhóli hinnar stóru. En ég veit ekki hvort að það er... Það er alltaf bara að fara undir vatn en það er alveg það er alltaf bara frábært dæmi og komin að það, þú veist hvað smáræki geta líka gert og og þau eru búin að ná ansamjæklu fram og við talum ekki um þetta ráðgefandi álit frá Hafréttardómstólnum, ráðgefandi álit núna nýlega frá Alþjóðadómstólnum í Haag og annað. Þetta eru lögin, þau býta seint en þetta er þarna og þetta skiptir gríðarlegu máli og flest ríki eru að horfa á þetta, þau eru að lesa þetta í þaula en svo koma alltaf dæmi á öllum þessu 100 ára spanni sem við erum að fara að koma undantekningarnar. En það þýðir ekki það að það hendir barnin út með baðvatninu og þú veit ekki meðmælt því að henda Sameinuðu þjóðunum af því að þær eru ekki að virka og Bandaríkjamenn mun ekki styðja þau. Það hafa bara mjög ofta ekki virkað. Það er bara svo mörg dæmi þess og ég er ekkert eitthvað mjög vonsvikinn. Þau hafa ekki völdin til þess og hafa svo oft klikka og það er ekkert langt síðan. Við nefndum Srebrenica þjóðarmorð í beinni og þjóðarmorð í Rúanda. Það var nú tæp 1 milljón manns drepin þar á 60 dögum. Einu álöftin frá Sameinuðu þjóðanna var að það var umhverfishætta því ár var að stíplast að líkum Svo það er ekkert voða langt síðan. En væntingarnar þú veist að vera vonsvikinn að það er betra að vera í heimi eins og var fyrir 25 árum þess að væntingarnar eru að við gætu fundið lausn á okkar vanda, frekar heldur sem að maður verður alltaf meira og meira var við bara hjá almenningi. Að það er svona meira vonleysi að við séum að nálgast einhverja lausnir. Það er þessi væntingar og svo líka kannski segja ég lögfræðingurinn þú veist, þeir sem eru þolendur í þessum stríðum
þú veist, fólki sem verið að slátra í öðrunir sem hérna bara að deyja meðan við tölum. Þessi fólki alveg sama hvort við ætlum að skilgreina þessi þjóðamorð eða glæp gegn mannkyni eða stríðsklæpi. Það vil bara þetta stoppi. Svo að þú veist... Þannig þú ert að vara við skjólinn í lögfræðinni Við erum stundum að sé geta að gera þetta eða hitt. Þú veist, það bara... Það er að bíða eftir ykkur. Það er alltaf að bíða eftir okkur stundum. Og við mögum ekki vera skálkaskjól fyrir eitthvað sem ekki var ætlað okkur eða annað. Þú veist, það er pólitík, það eru lögin og þú veist, það er og við höfum skildur sem bara heimsborgarar. Við þurfum að horfa á heildarmyndina og ég vil ekki vera eitthvað skálk, við erum að býja til þessu dóm eða eitthvað annað með bara fólk deyr. Þannig við höfum skildur sem borgarar í heiminum til þess að bregðast við og okkur ber að gera það og það er ekki lögfræði á bakvið það er bara samviska og mennska. Dómstólar stöðva ekki stríð allstaðar. Þau gera það stundum, en meina leið og nokkri mánuðir eftir að Rússland fer inn í Úkraínu þá kemur bráðabirgða úrskurður frá Alþjóðadómstólinn í Haga að það verði að stoppa stríði per se. Það var ekki gert, skilurðu, en hérna, eins og segi, sum brotur þessi eðlis, þau bara lagalega varða alla, það er bara árás er komnast, árás einn er árás á alla og annað, svo ríki bregðast við. Og þá þurfa ríki heldur líka sem er núna kannski vonbrigðin þegar verður augljóslega eitt á gildum aðra en ekki hinn. Þórdís, kæra þakki fyrir að koma hingað og ræða þessi mikilvægu mál. Takk fyrir boðið. Og við ætlum að halda hér áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hennan heim sem er alltaf að breytast. Næsti kafli eftir augnablik. Velkomin á Samstöðina.